Það ekki til eitthvað sem heitir fjölmenning. Fjölmenning þvæla. Þú ert með þína eigin menningu og annarkvort býður fólk velkomið í þá menningu eða fólk ekki velkomið. Queers for Palestine. Það alveg ótrúlega samtök. Þeim hent ofan á húsþökkum eða færu loksins til Palestínu. Þegar maður horfir á vinstri menn hvað sameinar þá við þá sem aðhyllast íslamstrú eða múhamestrú. Það hatur þeirra á vestrænum stofnunum og menningu. Þegar þeir í No Borders, ef þeir væru með einhverja heilafrumur sem myndu virka, þá myndu þeir náttúrulega segja, já, ég meina, svo leggjum við niður velferðarkerfi líka. Nei. Þeir vilja hafa velferðarkerfi og opið landið. Það algjörlega fyrir séð hvernig þróunin verður hér. Hún verður svo sama og í Norðurlöndum í kringum okkur. Þar eru þó komin inn stjórnvöld, sérstaklega eins og í Danmörku og svo núna í fyrsta skipti í Svíþjóð, sem að byrja að taka á oss. My own opinion is enough for me, and I claim the right to have it defended against any consensus, any majority, anywhere, any place, any time. Heiðar Guðjónsson, maðurinn sem nær aldrei að svala eftirspurninu með sínu framboði. Því að það vilja allir heyra meira. Nú, já, takk fyrir það. Hvernig ertu? Ég bara mjög góður, ekki fyrir, en þú? Ég mjög hress, það bara áhugaverðir tímar. Og ekki sem sagt, þetta að verða öðruvísi, allt einhvern veginn landslagi. Já. Breytast hratt. Já, það var eftir stóra fjármála fallið alþjóðlega, þá voru menn einhvern veginn komnir inn á það væri komin eitthvað jafnvægi, alveg eins og menn héldu eftir hrun Sovétríkjanna og Austur-Evrópu og þessara kommunistera og sósíalista ríkja að það yrði eitthvað nýtt jafnvægi, en sem betur fer eru hlutirnir alltaf á hreyfingu og fram á við, þó einhverjum kunna finnast breytingarnar óþægilegar þá það sem betur fer þannig að það leiða fram á við. Við tökum kannski eitt skref aftur og bak til að taka 2 fram á við. Þannig að ég þá trú að það sé að gerast líka núna. Já, hvernig lest í stöðuna? Hvað svona, við horfum heilt yfir, hvað finnst þér svona að vera það áhugaverðasta sem að breytast? Það svo margar breytur einhvern veginn í gangi í einu. Já, það búið að vekja Evrópu. Evrópa var búin að vera alveg ótrúlega dofin og einhvern veginn uppfylla sjálfu sér og ætlaði ekki að taka ábyrgð á neinu. Búin að vera í nafla skoðun bara í eiginlega 30 ár. Gleyma sér í einhverju vókdæmi sem gengur meira og minna á að horfa inn á við og gleymdu sér gagnvart þeim ógnum sem stafa af gagnvart frá einræðisríkjum og þurfti að vakna upp við handónýta orkustefnu sem var einhvers konar bara harakiri á hagvöxt framtíðar sem var algjörlega sjálf skapað. Þannig að þeir sem betur fyrir í Evrópu að vakna til lífsins og það tímabært, löngu tímabært. Já, þetta að verða einhvern veginn svo áhugavert, líka eins og tala orkumálin, líka ungt fólk að verða einhvern veginn miklu hægrisinnaðra á öllum sviðum einhvern veginn. Efnaðarsviðum, varðar menningarmál. Það svona ákveðin íhaldssemi sem maður að greina sem samt ekki svona íhaldsemin í svona þessum hefðbundna skilningi sem eins og ég búin að vera að skilja hana heldur meira undir þeim formerkjum að svona hægri, ég nefndi nú við Jón Gunnarsson og Brynjar Níelsson að hægri var að verða einhvers konar svona punk. Já, Johnny Rotten sem var í Sex Pistols, hann lét hafa eftir sér fyrir 4-5 árum síðan að þegar hann var í punkinu seint á 8. áratugnum og byrjun þess 9. þá var auðvitað verið að berjast gegn íhaldssemi og þá var rosa hipp og cool að vera vinstrimaður og hann sagði núna allar orðnir vinstrimenn, núna töff að vera hægrimaður. Hann sagði þetta fyrir 5 árum, þannig að það var raunverulegt punk. Og það einhvern veginn að raungerast? Já, og svo einhverju svona sem eins og ég sem bara alltaf með mína línu og líta á þannig þessi blessun okkar sem erum hægra megin í lífinu að vinstri menn fara alltaf á hausinn, bæði í eiginlegum og óeiginlegum skilningi, auðvitað renn út peningarnir hjá þeim, það tapast alltaf í þeirra höndum og hugmyndafræðin gjaldþrota. Þannig að það bara kemur alltaf á daginn, en menn halda hugmyndafræðin sé einhvers konar uppskrift sem gangi upp. Það þurfi bara að skipta kokk í eldhúsinu. En þetta handónýta uppskrift. Það bara löngu ljóst. Já, alveg saman að þú fáir einhvern Michelin kokkan inn þá. Ég þó þú fengið Guð almáttugan, þá gæti hann ekki samkvæmt þessari uppskrift með því að hafa ekki eignarrétt, með því að
hafa ekki markaðsöfl, með því að hafa ekki breytingar, með því að hafa ekki framþróun, hann gæti aldrei skapað betra líf. Nei, manna, sósíalismin ekki einu svona guð sem getur látað hann virka. Nei, þú talar ég ætlaði nú að nefna við þig maður, hérna, þú sagðir, ég held ég sko í síðasta hlaðvarpi sem við tókum upp í stúdíu, og var svona alltaf hjá mér þegar við tókum stuttspjall hérna á landsfundi Sjálfstæðisflokksins, í þættinum undan, ég held að sko titillinn hafi verið að vinstri menn fær alltaf á hausinn. Já. Og ég veit ekki hversu mikið þú að fylgjast með því sko, en núna er sósíalistaflokkurinn komin í ákveðna kreppu. Er það ekki bara út af Íslandsbanka útboðinu? Það breytust allir í kapitalista. Já, ætli það. Hversu margir í sósíalistaflokknum ætli hafi tekið þátt? Mér fannst alveg kostulegt að hafa þarna maður sem hefði gefið ískáp til sósíalistaflokksins og vildi fá hann tilbaka. Það var nú allur sameignar rétturinn þar. Já, það er góða punktur. Ég einhvern veginn sko miðist að vera alveg komist að hérna fylgjast með þessu sko hérna. En ég hef aftur á móti líka verið að benda á það sko að þó sem mér líkir vel við hérna marga af það sem eru í sósíalistaflokknum, þá sko hefur verið, og ég veit ekki hvort það sé út af því að við erum einhvern veginn samdögn að því að stjórnmálamenn geti verið vanhæfnir út af því að, eða vanhæfir segi, út af því að við einhvern veginn viljum að allir séu svona, við viljum einhverja rosa breytt af fólki, við viljum alltaf fá eina svona mannesku og eina svona mannesku til þess að hafa einhvern fjölbreytileika. En ég hugsa alltaf með mér sko, þetta er fólk sem er búið að reyna að sannfæra okkur núna í nokkur árum það að þau getur stjórna landinu sko. Það er einmitt vandamálið og nú á að breyta til að mynda verslunarskólanum samkvæmt menntamálaráðherra, það má ekki velja inn hæfustu námsmennina. Við hvert endar samfélagið ef það gengur ekki út á hæfileika, ef við veljum hæfasta fólkið í hvert starf, ef allir eiga sama tilkall til þess að sitja hér og hvar. Ég meina hvernig segjum bara að þetta er eins og að velja í landsliði í fótbolta og við þurfum að taka einn sem bara getur ekkert í fótbolta, er upplagi handboltamaður eða eitthvað annað, ekki eins og íþróttamaður, en hann á að fara að spila jafn mikið og allir aðrir. Það sjá allir hvers konar þvæla þetta er. Og auðvitað bitnar þetta á þeim sem raunverulega hafa hæfileika, þeir sem leggja hart að sér og vilja skara fram úr, þá að leyfa þeim það. Að jafna grasið svona niður, það er þessi sæler sameiginleg eymd og hugsun, þetta lögmál ról sem er algjör þvæla. Já, ég mitt sko, þetta hefur verið minn svona, eða mín helsta gagnrýni á þessa fjölbreytileika stefnu sko, er að sko ég reiði mig á það að fólk sem er ólíkt mér sé að búa til eða veita þjónustu, búa til gæði eða þjónustu sem að ég svo neyti fyrir mitt framlag, skilur, ég er góður í einhverjum öðrum hlutum. Það er þessi verkaskipting sem við þurfum. Já, við erum alls konar út af því að við þurfum að vera alls konar, ekki út af því að allir eigi að vera að sinna alls konar hlutum, sko. Já, ef allir verið eins, þá er í lífið afskaplega lítið spennandi. Já, en það er einmitt með menntamálin líka, sko, sem ég vil komið inn á er að við höfum einhvern veginn orðin samdögn að því að þegar menntamálaráðherra til dæmis svona lýsir yfir eiginlega á ráðstefnu lýsir því yfir óbeint að hann er ekki alveg hæfur til þess að vera að sinna þessu ráðuneyti, að þá einhvern veginn finnst okkur það allt í lagi. Nei, ég held að almenningi finnst það bara alls ekki í lagi. En það gerir samt ekkert. Nei, það eru þessir meginstraums fjölmiðlar sem eru samdögna þessari gjaldþrota hugmyndafræði sem kemur upp úr bara marxisma, að þessi vók hugmyndafræði. Allir séu eins, allir séu jafnir. Allir eigi að sama tilkall til alls. Lífið er ekki þannig. Nei. Og ef við ætlum að búa í samfélagi sem skapar framúrskarandi lífsskilyrði, þá er ekki hægt að stilla því þannig upp. Nei, þetta er, sko, ég var að horfa hérna Monsters University með hérna stráknum mínum fyrir ekki svo mörgum dögum og það sko, það kemur inn á, ég heldur þess að gefa nú 2013, hann rétt nær inn áður en að Vóki nær einhvern veginn tangarhaldi á öllu. Og það er sagt Maggi Víglund sem er hérna eineitt skrimsli sem að er sem sagt aðstoðamaður Sölla sem er sem sagt aðal skrimslið en hann endar sem slíkur. En sem sagt sko Maggi Víglund leggur sér rosalega mikið fram í skóla og leggur sér alveg gríðarlega mikið fram en honum er alltaf sagt að hann verði aldrei nægilega skelfilegur til þess að geta sinnt svona ákveðnu skelfistarfi og hann leggur sér allan fram. En svo endar í rauninni þetta á því að það kemur samt í ljós að hann er bara ekki með það sem að þarf, sama hversu mikið hann leggur til.
og mér þykir þetta mjög áhugavert út af því að flestar myndir náttúrulega byggja svolítið á því að sama hversu mikið eða svona, já, sama hversu erfitt það þá bara ef þú leggur nægilega mikið inn að þá getur þú orðið hvað sem en mér finnst þetta ákveðin fegur því út af því það alveg sama hversu mikið ég hefði æft mig í körfubolta ég hefði aldrei orðið Michael Jordan Ég var í körfubolta og komst í svona drengjalandslið við fermingu var ég hávaxinn og ég núna 1,88 og stærsti maðurinn á vellinum og svo ég orðinn 16 ára og þá ég orðinn minnsti maðurinn á vellinum og þá var nú einhver drengjalandslið sem sagði við mig, ég meina þú að skipta stöðu og hugsalega bara hugsa aðra íþrótt vegna þess að miðað við þína hæfileika að þá þarftu meiri stærð til þess að skara fram úr á þessu sviði og það þessi bómull sem búið að setja alla í og eins og við höfum rætt eins og The Coddling of the American Mind eftir Jonathan Haidt að það má ekki láta fólk vita auðvitað tók það mér sárt að heyra þetta en þetta var eina sem átt að segja við mig þannig ég verið ekki að eyða allir í orkunni í einhvern miskilning, í eitthvað sem aldrei myndi rætast en ég hef alveg getað orðið góður hérna á Íslandi ég meina, en ég hef ekki komist í alvöru skólastyrk út eða eitthvað svoleiðis eins og ég let mig dreymum en að þú þarft að fá endurgjöf og þú þarft að fá í raun og veru svolítið bara raunsanna endurgjöf, þú þarft að fá einhvern, þú þarft að fá uppbyggilega gagnrýni, þú þarft að fá að vita hvar þín takmörk eru þannig að þú getur nota þína orku þar sem hún nýtist best og þegar krakkar eru svona synd í gegnum skólakerfið, steit aldrei á neinu og það alltaf einhver sem lyftir þeim upp og þau verða aldrei örmagna eða þreytt eða mistekst neitt, að minnst fá ekki að vita það, að þá verið að gefa þeim röng skilaboð, af því að fólk þarf að fá að vita hver þeirra styrkleikar og veikleikar eru. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Þetta einmitt það sem að líka Caitlin Flanagan hefur svolítið bent á eins og hefur náttúrulega bara sem sko skandall á svo ótrúlega maður kemur eiginlega ekki orð sko hvað þetta hryllilegt, hvað Harvard og margir Ivy League skólar og örugglega líka eitthvað hérna þó sem maður ekki alveg með gögn það hafa einhvern veginn verið að ýta ákveðnum minnihlutahópum og hleypa þeim inn á kostnað annarra sem eru með betri einkunnir sem að hefur valdið því að krakkar sem að eru af þessum minnihlutahópum gera ráð fyrir því að kröfurnar verði minni eftir því sem á líður og í flestum tilfellum að þá eru þessi krakkar sem eru í minnihlutahóp komnir yfir á önnur svið sem eru auðveldari, tungumálabrautir eða eitthvað þannig en halda áfram að fá þannig svona þennan bómull í kringu sig og vinnuveitendur gera ráð fyrir því þegar þeir fá þessar umsóknir frá jafnvel þeim sem eru búnir að þreyta allar þrautir Harvard að ef að þú ert í þessum minnihlutahópum að þá ert þú samt ekki stakk búin til að takast á við þau verkefni sem gert þér ráð fyrir að þú getur tekist á við. Það búið að eyða tíma þessa fólks og pening til ónýtis og þetta ekki heiðalegt, þetta ekki sanngjarnt og þetta ekki gott fyrir neitt. Nei. En þetta já, en þú talaður að fjölmiðlar var einhvern veginn samdögin að þessu. Já. Það ekki að breytast? Já, ég meina sem betur fyrir að koma nýjir fjölmiðlar sem haga sér allt vísi og ekki með þessa sögu og þessa tengingar og þessa uppbyggingu sem þessar stofnanir eru raun og veru. Fjölmiðlar á Vesturlöndum eru stofnanir og þessi frétta skóli sem blaðamenn fari í gegnum að hann rosalega marxískur, það gengur allt út af það að finna hver gerandi og hver þolandi. Það enginn sem ímynda sér það að einstaklingar séu sinnar gæfu smiðir sjálfir. Lífið ekki sanngjarnt hvað allt varðar. Fólk fæðist mismunandi, með mismunandi hæfileika. En það þýðir ekki að allir öllum eigi að vera skipt upp í gerendur og þolendur. Það bara marxísk skoðun sem löngu úrelt. Já,
Já, það er svolítið þannig. Ég fekk svo ótrúlega mikið af spurningum, þannig að ég verði ég ætla að svona fleita þeim inn og svo sjáum við bara hversu mörgum við náum. Það var ein sem þótt svolítið góð hérna sem að opnar á mjög mikið af öðrum spurningum. Á hvaða stað heldur þú að íslenska þjóðin, menningin, orkuöflun og landið verði þegar þú kveður þessa jarðvist? Hvernig svona horfur á, þetta þú ert bjartsýnismaður sko? Já, ég ætla að reyna að vera 125 ára. Já, nákvæmlega, en ég meina, en svona, þú veist, þegar þú horfir á vítt á sviðið, þú veist, við erum ekki búin að halda við erum ungt í lýðveldið þannig, það er að segja frá því að við fengum sjálfstæði. Og það sem hefur ekki verið mikið rætt að þegar við lýsum yfir sjálfstæði sem við áttum sannarlega að gera að þá vorum við búin að gefa Dönum nokkur ár af því að við sýndum virðingu og voru hersetin þjóð. Þegar við fengum fullveldi 1918 þá var í samningnum að innan 25 ára yrði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla. Það hefur verið 1943 og það er ekki eins og oft kennt í sagfræði hér að við vorum að nýta okkur hersetu nasista í Danmörku til þess að lýsa yfir sjálfstæði. Það var ekki þannig. Við frestum því að virðingu við Dani og sjálfsögðu síðan lýstum við yfir sjálfstæði. En á þeim tíma þá vorum við 4. lýðveldið í Evrópu. Öll önnur lönd voru hersetin af fasistum, nasistum og kommunistum. Þannig að ef við horfum hvaða 4 voru það var Sviss, það var Svíþjóð og það var England eða Bretland og öll önnur lönd, ég meina þú varst með fasistastjórn í Portugal og Spáni og fasistastjórn á Ítalíu og víðar og svo nasista á flestum öðrum stöðum, að við skildum taka þetta skref. Það er eitthvað sem fólk almennt held ég gerir sér ekki grein fyrir hversu mikilvægt það er. Vegna þess að þetta er svolítið eins og að flytja úr foreldrahúsum að lýsa yfir sjálfstæði og þú eflist við það. Þú þarft að taka ríkari ábyrgð. Þú getur ekki alltaf skriðið heim til mömmu og pappa og farið að væla. Þú eru bara að taka ábyrgð á þínu lífi. Og þess vegna held ég að eins og með okkur að við eigum að sjálfsæði að vera lýðveldi, við eigum að vera sjálfstæð, við eigum að vera öðrum óháð eins mikið og við getum. Við eigum að stunda mjög fjölbreytt utanríkis viðskipti til þess að við getum boðið upp á framúrskarandi lífskjör. Og þá vona ég bara að íbúa lýðræði hérna aukist, beint lýðræði. Ég vona að þessar grunnundirstöður sem við erum með í dag eins og orku sem býr til ákveðið samkeppnisforskot hjá okkur, vera með svona umhverfisvæna endurnýjanlega orku sem er mjög ódýr, að við náum að nýta það til langs tíma vegna þess að þeir innviðir sem við byggjum upp í kringum orkuöflun, þeir hverfa ekkert, þeir verða þarna. Auðvitað er hægt að taka í burtu uppistöðulónin, það er hægt að taka í burtu þessar túrbínur sem eru ofan á jarðhitasvæðunum og taka í burtu leiðslur og maður sér það bara með alls konar framkvæmdir sem eru upp á hálendi sem er ekki viðhaldið. Að náttúran bara étur þetta ef þessu er ekki viðhaldið. Þannig er alltaf verið að tala um eitthvað sem óafturkræft, þetta er allt afturkræft. Náttúran, sérstaklega upp á hálendi þessum jöklar og vötn ryðja öllu til og frá, fram og tilbaka, það mun enginn sjá þess merki eða afskaplega lítil merki eftir eina öld ef við slökkum á öllu í dag og yfirgefum. Svo ég vona svo sannarlega ekki að gerist. Þannig að ég er mjög bjartsýn á okkur. Það sem hins vegar er slæmt núna, það er þessi skattagleði sem er í gangi. Undir yfirmerkjum leiðréttingar, veiðigjalda, auðlindarentu sem er tóm þvæla. Mm-hmm. Já, ég fekk líka spurningum að spyrja á þetta í veiðigjöldin. Nú veit ég að Guðmundur Fertram sem er örugglega að hlusta, hann hérna hefur svona bent á það að þetta myndi koma til með að hafa gríðarlega áhrif á Vestfjörðum. Hvernig sér þú fyrir þér sko, ef við kannski bara tökum aðeins hina hliðina, ég meina veiðigjöldin eru sett á til þess að í rauninni leiðrétta það hversu mikið sjávarútvegurinn er að greiða til sameiginlegra sjóða er bara til þess að halda uppi hafró. Þannig að við eigum þetta náttúrulega skilið og við eigum náttúrulega þjóðin á fiskinn og við höfum bara hafa verið svindlað á okkur núna í nokkra áratugi. Já, þetta byggir á svona gamalli úreltri hagfræði. Marx kemur upp úr þeim skóla, þýska hagfræðiskóla, þar sem það var landbúnaður, svo var grunnur og í raun og veru Frakkar héldu áfram með þann skóla, það verið landbúnaður eign á landi sem væri grunnurinn að öllu.
Marx tekur þetta skrefi lengra og segir að það sé launamaðurinn sem grunnur alls. Á svipuðum tíma austurríski skólinn að koma fram og hann segir að þetta raun og veru sé maðurinn. Það frumkvöðullinn, það uppfinningarnar, það breytt verklag, aukin framleiðni að gera meira fyrir minna sem í raun og veru drifkraftur allra framfara. Þannig að þessi skóli með auðlindarentu, að það sé eitthvað land, það sé eitthvað vassafl, land eins og í ferðamennsku, vassafl eins og í raforkuframleiðslu, fiskur sem einhvern veginn öðrum gefin og það þarf að greiða sérstaklega fyrir afnot af. Þetta algjörlega meingölluð hagfræði og fyrir þá sem vilja lesa og skilja hvaða lönd ná mestum árangri, það eru lönd sem hugsa ekki svona. Það eru lönd sem hugsa það að frelsi til athafna og viðskipta sér sem mest. Og þegar verið að tala að þetta séu veiðigjöld, Hæstiréttur hefur fjallað vegna þess að hafa verið sett hérna á veiðigjöld fyrir nokkrum áratugum síðan, að þau hafa verið kærð og farið til dómstóla og dómstólar alltaf skorið skýrt úr það að þetta eru skattar. Þetta engin sérstök veiðigjöld. Hvað þá einhver leiðréttinga? Þetta bara aukin skattinda. Þannig að samkvæmt lögum, samkvæmt öllum skilningi, samkvæmt hagfræði, þá þetta bara viðbóta skattur. Og hvers vegna verið að gera það? Við vitum að það ekki að skattleggja sig til hagsældar. Og við vitum það ef við byrjum núna með svona aukna skattheimtu í einni atvinnugrein, þá verður ekki hætt þar. Og nú þetta ríkisstjórnin búin að segja, við ætlum líka að fara í orkuauðlindirnar, við ætlum líka að fara í ferðamennaiðnaðinn. Og við vitum það að þetta allt skattar. Við vitum það að þetta eru skattar sem minnka í raun og veru fjárfestingu í viðkomandi atvinnugrein, minnkar atvinnusköpun, minnkar þar með verðmætasköpun. Þannig að það eins og Guðmundur var að benda á og fleiri. Það algjörlega ljóst að þessi skattar muni leiða til minni innheimtu skatta vegna þess að það minnkar svo gríðarlega verðmætasköpun. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu á... Já, þetta svolítið sérstaklega líka sko, þetta sérstaklega út af því að setja þetta í samhengi við norðmenn sko. Ég einhvern veginn sko, ég veit ekki, ég svona beggja blands með það einhvern veginn að ef að menn orðnir eitthvað ofurríkir að vera eitthvað að taka meira að þá græðum við öll, en ég samt sem áður sem frjálshyggjumaður náttúrulega bara bendi líka á það, ég meina að miklu meiri velsæld út af því að sko við horfum rosalega mikið í fjármagn sem eitthvað annað heldur en drifkraft þess að fólk hægir sér á tiltekið máta. Og það alltaf að fjármagn einhvern veginn sett hérna og þannig verða verðmætin til. En í rauninni fjármagnið aðalega að einhvern veginn fleita fólki áfram búið til hvata á mismunandi sviðum. Sko. Og það einmitt þetta lykilorð, hvatar. Það eru austurísku hagfræðingarnir sem sögðu. Þetta ekki framboð og eftirspurn og svo einhvern veginn með verkfræðilegri nálgun hægt að miðstýra hagkerfinu eins og sósíalistar og teknokratar vilja. Þetta eru hvatar sem þú voru að setja inn. Við vitum það bara eins og skoðum fiskvinnslu leið og að setja á bónuskerfi í fiskvinnslu. Þá jukust afkostin, framleiðnin, arðsemi vinnuafls, jókst gríðarlega. Arðsemi fjármagns jókst að sama skapi. Þannig að þetta eru hvatar sem skipta rosalegu máli og skattar draga úr hvötum. Það eru neikvæðir hvatar. Þannig að við sjáum þannig fyrir okkur að aukin skattheimta, hún bara rýrir hagsæld á Íslandi. Já, þannig að þú sér fyrir þér að ef við tökum frekar upp svona hvatakerfi eins og það er almennt hjá hinu opinbera, þá muni afkast koma til með að verða meiri. Nei, þessin svo magna, þeir eru að reyna að setja á viðbóta skatta til að auka tekjur ríkisins. Þessir viðbóta skattar, sem kalla veiðigjöld, munu minnka heildar skattheimtuna að því sem þeir hafa í dag. Munu minnka umsvif á Íslandi. Þannig að betur heima setið en að stað farið með svona galla. Já, það líka eins sko, líka út af því að við erum að tala opinbera rekstur líka sko, þá það sem mér hefur alltaf fundið svolítið sérstaklega í umræðum, sérstaklega á Íslandi skatta,
að þetta sé einhvern veginn svona jöfnunartæki, þú veist, það allt reyndar að kalla jöfnunartæki, þú veist, skólakerfi jöfnunartæki, heilbrigðiskerfi jöfnunartæki, hægt að fara rök fyrir því með þessa tvo hluti, en aftur á móti þegar sko skattar eru kallar jöfnunartæki, þá er aðalega bundið við það sko að fólk með einhvers konar hugmynd það að sko peningurinn tekinn af Þorsteini Má og hann lagður á mig. En í rauninni þá bara eitthvað verið að búa til einhver störfinna í honu opinberra eins og að vera með einhver kynjafræði fulltrúa á einhverju svona ótrúlega abstrakt sko sviðum út á landi til þess að búa til störf út á landi sko. Já, og þetta hluti af því svo með fyrstu spurningunni, hvernig á Ísland að vera 2060 eða 70 eða eitthvað svo leiðis. Að Ísland að þetta vera þannig að þar sem starfsemin á sér stað, þar sem afleiðingar af starfsemi koma fram, þar á fjármagnið að sitja eftir. Og ef við erum að setja svona veiðilefagjald eins og Guðmundur Fertram og fleiri að benda á, og það rennur síðan bara til Reykjavíkur. Ég meina, hvaða sanngirni í því? Ef að við erum að setja á núna sérstakann skatt á vindmyllur, sérstakann skatt á, segjum bara Búrfellsvirkjun, sem búin að búa til gríðarleg verðmæti í hátt í 70 ár, og það rennur bara til Reykjavíkur. Hversuna rennur það ekki til svæðisins þar sem þessi starfsemi fyrir hendi og þar sem einhver gæti kvartað yfir sjónmengun, einhver gæti kvartað yfir hinn og þessu sem fylgir óneitanlega allri starfsemi. Þannig að þegar núna í byrjun ás var búin til ný skýrsla hvernig þetta skipta betur arðinum af orku auðlindunum, að það var fjármálaráðuneytið sem bjó til þá skýrslu og sjálfsögðu fyrir séð, eða minnst gat ég séð það fyrir og held ég flestir að auðvitað var niðurstaðan í skýrslunni að þetta borga meira til Reykjavíkur. Fjármálaráðuneytið ætti að fá peningana og síðan að útdeila eftir geðþótta. Frekar heldur en að snúa hverfinu við, þannig að rentan, ef einhver vill kalla það, en það ekki auðlindarenta, það bara rentan að starfseminni, að afgangurinn, hann yrði meira eftir á viðkomandi svæði. Það heilbrigt. Annað ávísun á spillingu og geðþótta ákvarðanir. Já, ég fekk sko held ég 4 spurningar Sviss og þar sko þú einmitt ert komin inn á það sko, mér langar líka komin á þjóðaratkvæðagreiðslu en svo við klárum þetta með sko nærliggjandi svæði og skattinnheimtu. Því að núna eru svona, hvað heitir ekki, kantónur í hérna svona fylki, Sviss, já, lítil fylki, þar sem að svona nærum hverfi hefur mjög mikið það að segja hversu mikið peningar fara í hvað. Og náttúrulega ef við erum alltaf með Reykjavíkurborg sem einhvern veginn að fara að hirða stóran hluta af fjármagninu, að þá erum við sjálfkrafa komið með kerfi þar sem þetta svolítið ofríki meiri hlutans. Sérðu fyrir þér að það væri hægt að auka svona fyrirkomulagið eins og í Sviss hér á landi? Já, ég trúi algjörlega á dreifstýringu og þá ertu með fólk, embættismenn hérna í Reykjavík sem segja nei fyrirgefðu, ég sérmenntaður í umhverfismálum, ég sérmenntaður í þessu. Þannig að þessum sveitafélögum út á landi, þeim ekki treystandi til þess að semja segjum sanngjarna leigu á einhverju landi, semja að þessi byggður vindmyllugarður, byggð einhvers konar raforkuvirkjun, hvort sem í kringum fallvatn eða jarðvarma. Þeim bara ekki treystandi. En þetta samt fólki sem kosið í sveitarstjórn beint af þeim sem búa þarna. Þannig að hvernig fólki í Reykjavík betur treystandi fyrir þessu? Það miklu betra að hafa einhvern í nærsamfélaginu sem tekur svona ákvörðun. Og þá eins og það á að veita samkvæmt einhverjum ramma áætlun sem algjör þvæla og bara kasti í burtu, þá að setja ákvörðunarvaldið í hendur sveitafélaga. Og sveitafélög, það sem hugsanlega þessar framkvæmdir snerta fleiri neitt, þau þurfa bara að semja það sín á milli, hvernig þau skipta síðan einhvers konar aðstöðu gjaldi sem greitt fyrir framkvæmdina á milli sín. Og eitthvað sveitafélag geti sagt, ég vil gera 20 ára samning og fá leigugreiðslu upp á 100 milljónur ári. Annað geti sagt, ég vil fá upphafsgreiðslu upp á milljarð, af því ég vil ekki taka áhættuna af því ef illa gengur. Og þá eigum við hennar milljarð, við fáum hann strax. Þannig að það þarf að vera fjölbreytni í þessu, eins og í öllu öðru. Og í Sviss það mismunandi skattheimta, það mismunandi fyrirtækjaskattar, mismunandi einstaklingsskattar, mismunandi álögur og annað,
eftir því hvað hentar hverju sveitafélagi. Sum sveitafélag vilja meiri iðnaðarstarfsemi, önnur vilja meiri verslunarstarfsemi og þjónustu og auðvitað á þetta að vera í höndum sveitafélagana hvernig þetta fer fram. Já, hvað en með þjóðaratkvæðisgreiðslur, sko ég er mér er búið að vera mjög umhuga Sviss og þjóðaratkvæðisgreiðslur og ég reyndar sko setta í samhengi við, mér veist, svona besta birtingamyndin af þessu kannski vera útlendingamálin og það núna eins og við vorum að ræða hérna upp af við, þú talar að Evrópa veri vöknuð, ég sagði að það eru svona fylgikvillar sem að gætu verið erfitt að leysa úr, varðar sérstaklega þá útlendingamál, sérstaklega menningamál, þetta er ekkert, fyrir mjög mikið í töðuna með þegar fólk að tala útlendingamál út af því það er svona afvegaleiðir umræðan út af því að þú veist eins og að Pólverjar hér á landi eru miklu hægri sinnaðir í svona þessum útlendingamálum heldur en nokkuð tíman Íslendingar, þannig að þetta við erum að tala menningamál þegar við erum að tala þessi útlendingamál og eina sem að fólk hefur áhuga á í þessum málum eru menningamálin, en ég hef líka verið umhuga Sviss og ég var að horfa á mjög vinstri sinnaðan umhverfi sinna vera sagt, í rökræðum við einhverjum mann þar sem þau voru að takast á útlendingamálin af einhverjum ástæðum, þetta snerist umhverfismálin, þetta var debatt hana í Hollandi að mig minnir og þar var ung stelpa frá Sviss sem var að kvarta yfir því að Sviss hefði farið í þjóðaratkvæðisgreiðslu varðar útlendingamál og þeir hefðu tekist á við að þannig að ef þú brýtur af þér í Sviss að þá einfaldlega hefur þú ekki leyfi til þess að vera í landinu og þarft að fara. Sviss virðist vera eina landið sem hefur tekist að sko farsælega, fyrir þetta kannski Bandaríkin á svona þessum vestrænu löndum, tekist farsælega að takast á við útlendingamál og þá menningamál. Alls staðar annars staðar hefur þetta klúðrast. Og það út af því að þeir hafa fyrir löngu átt að segja á því að það ekki til eitthvað sem heitir fjölmenning. Fjölmenning er þvæla. Þú ert með þína eigin menningu og annarkvort býður fólk velkomið í þá menningu eða fólk ekki velkomið. Ef að fólk ætlar að breyta menningunni og ímynda sér að þetta sé vera með marga menningar heima, þá það á algjörum villigötum. Og í Sviss þá eru töluð 4 mismunandi tungumál en allir búa í sátt og samlyndi. Þú ert með ítölsku í Ticino og nálægt Lugano, nálægt landamærunum í Ítalíu og svo ertu með franska hlutan og svo ertu með þýska hlutan sem langstærstur. Og síðan lítill hluti sem talar gamalt latnesk tungumál, retro-romanis og þessi 4 tungumál mega vera með sína eigin námskrá, sína eigin uppbygging á sínu samfélagi, bara eins og þau kjósa. Þeir reyna ekki að blanda þessu öllu saman. Þegar ég flutti Sviss 2009 þá var flokkur sem fór fram á það þið sett í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort það mætti reisa bænaturna fyrir múhameðstrúar fólk. Og ég segi eitthvað rosalega núna asnalegt sem einhverju verður brjálaðir yfir að kalla þetta múhameðstrú. Það má víst í dag ekki kalla þetta múhameðstrú. Þetta er íslamstrú. Af hverju má það ekki? Já, því að Múhameð var bara spámaður og það þykir ekki nógu fínt. En við á Íslandi höfum kallað þetta múhameðstrú, ég veit ekki hve lengi. En hvað það? Í Sviss var þá þjóðaratkvæðagreiðsla sem 60% við leyfum engar byggingar og bænaturnum í þessu landi. Og síðan gekk þetta lengra með því að afnema að konur mætti gangum í búrkum og annað þýjunlíkt. Og þessi skilaboð sem komu út úr þessu voru náttúrulega til þeirra sem ætlaði að flytja til landsins. Að við erum með okkar menningu og þið verðið að samlagast henni. Það eru kirkjuturnar á nánast hverju horni. Og ég vaknaði alltaf fyrstu vikurnar og mánuðina upp við klukknahljóm af því að það eru kirkjuturnarnir að slá í jafnvel 6 morgunin og svo venst maður þessu. En svona þetta. Ég flutti til þessa lands, mér langaði að búa þarna, mér fannst menningin afskaplega indæl og áhugaverð. Þannig að auðvitað samlagaðist ég menningunni þarna. Og þarna fólki treyst. Og fólki treyst þannig að þetta svakalega dreifstýrt samfélag. Innan við helmingur Svisslendinga veit hvað forsetinn sem býr í Bern, sem höfuðborgin, hvað hann heitir. Vegna þess að skiptir miklu meira máli hvað borgarstjórinn og fylkisstjórinn. Það eru 27 fylki, þetta eru bara 10 milljónir manna, þannig að það eru sem fylki eins og Úri sem mjög fámennt, 40.000 manns. Þeir hafa neitunarvald í Bern
á löggjöf sem kemur það fram, þó það séu bara 40.000 manns. Og fjallafólk hugsar aðeins öðruvísi heldur en fólk sem býr við strönd eða á lálendi. Þannig að þarna hefur henn tekist að búa til á það bil 500 árum samfélag sem ótrúlega starfhæft og afskaplega lítill glundroði og mikil ró yfir öllu. Það treystaði allir að það sé jafn hagvöxtur, það mælist varla verðbólga í Sviss. Þetta algjört fyrirmyndaland og frekar, sko, þegar Evrópusambandið var myndað, þá voru það vinstri menn sem tóku sig saman, gamli kommunistar í raun og veru frá Frakklandi og Þýskalandi og héðan og þaðan sem bjuggu til Evrópusambandið. Þeim datt ekki í hug að horfa til Sviss sem svona fyrirmyndar hvernig Evrópusambandið þetta virka. Þeir vildu bara hafa stjórn og miðstýringu og við vitum að miðstýring og hún gengur ekki upp. Nei, þetta rosalega sérstakt sko, því að ég einhvern veginn og ástæðan fyrir því ég nefndi þjóðaratkvæðagreiðslur í þessu samhengi sko þetta því að eins og þú nefndi með bænaturnuna þeir samþykktu það að ekki leyfa það ekki og svo hefur það líka komið til kastana held ég með afglæpavæðingu ef ég myndi nota það orð þó svo að það einhverju verða pirraðir í notið í því samhengi en ég einhvern veginn hef hugsað mér sko eins og Íslandi hvort að almenningur eigi að hafa einhverja aðkomu að því að móta útlendingastefnu og hvort, eða bara jafnvel menningarstefnu sem náttúrulega raunverulega það sem við erum að tala um. En það einhvern veginn virðist ekki vera mikill húmor fyrir því sko og það svolítið að sama sko að þjóðin virðist vera og vitlaus til þess að taka afstöðu til slíkra mála sko. Og það aldrei magnað að maður horfir á vinstri menn að hvað saminar þá við þá sem aðhyllast íslamstrú eða múhameðstrú. Það hatur þeirra á vestrænum stofnunum og menningu. Og ég bara skil ekki hvaðan það hatur kemur vegna þess að lífsgæðin, menntunin, allt sem við búum hér við hreint afsprengi okkar menningar. Og á meðan fólk sem býr á hálfgerðri steinöld í múhameðstrúarlöndum, það getur ekki gengið að þessum lífsgæðum vísum. Hvers vegna ættum við að vilja skipta á okkar menningu og þeirra? Af því að fjölmenninga ekki til. Hún fer líka ótrúlega mikið á ská, það nú myndband sem núna að fara rosalega mikið svona, já, út allar trissur á internetinu, það sem ung stelpa sem elt úr bænum, í miðbæ Reykjavíkur, þar sem að henni finnst þetta mjög óþægilegt augljóslega og að taka myndbandið sjálfur í sér og fer svo inn í búð og þar bíður hann eftir henni fyrir utan og svo að áreita hana þegar að þannig að eftir á, ég veit ekkert þennan mann en hann talaði ensku þannig ég gerir ráð fyrir því að þetta hafi ekki verið Íslendingur en ég einhvern veginn sko því að sko þessi kultúr sem hefur bara fyllt þeim málum til mér eins og í Bretlandi þar sem voru bara, sem ég kalla bara grooming gangs sem fengu óáreitt að bara nauðga og grúma ungar hvítar stelpur einmitt undir þeim formerkjum að þær væru rusl út af því að þær vildi ekki hylja sig. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Og ég hef svo mikið verið að pæla í þessu að helsta fólki sem mest að tala fyrir svona fjölmenningu og ákveðinu svona það sem að þau kalla umburðarlyndi en ég myndi bara kalla meðvirkni gagnvart þessum gildum að það fólki sem fer alltaf fram á rosalegar kröfur það að konur megi vera nákvæmlega eins og þær vilja, að allir eigi hafa frelsi að vera eins og þær vilja þegar að náttúrulega enginn sem að svona hefur til dæmis eins og ég nefndi það nú á samstöðinu fyrir ekki svo löngu, mér hefur ekki verið boðið síðan að viðhorf breskra múslima væri það að helmingur, ég held að sé komið núna í kringum 43% en samt mjög hátt hlutfall myndi telja það fýsilegt að gera samkynhneigð ólöglega. Samt sem áður einhvern veginn erum við að heyra þessi tvö skilaboð sem náttúrulega alls ekki sömu skilaboðin, sikkur skilaboðin koma frá sama fólki. Já, það eins og Queers for Palestine.
það er alveg ótrúlega samtök. Þeim hent ofan á húsþökkum eða færu loksins til Palestínu sem þeir vilja sérstaklega berjast fyrir. Þannig að maður svona, það ekki heil brú í þessu og við þurfum einhverja skynsemi í þetta og ég ferðast víða Arabaheiminn, meira segja Íran og Sýrland sem fáir hafa komið til og ég raun öll lönd þarna nema Jemen og Sádi-Arabíu. Þannig að ég þekki alveg þessa menningu og ég get alveg umgengst þetta fólk. En kona mín, ef hún með mér, hún þarf náttúrulega að hylja sig og annað þvíumlíkt og það ekki komið fram við konur eins og við gerum. Og þetta í grunninn, þegar ég hef lesið Kóraninn, ég meina þessi trúarbrögð eru ótrúlega fábrotinn og gamaldags og ef þú túlkar Kóraninn eins og þeir sem eru bókstafstrúarmenn gera, að þá þetta algjörlega andstætt okkar gildum. Það mikill sósíalismi í þessu, þú mátt ekki innheimta vexti og svo framvegis eignarétturinn, hann ekki háttskrifaður og svo framvegis. Þannig að þetta ekki trúarbrögð sem leiða mannkynið fram á við. Nei, það og eins og ég myndi reyndar yfirfara þetta yfir á fjölmörg trúarbrögð, náttúrulega ástæðan fyrir því að gyðingar eru svona peninga fólk út af því að þeir eru náttúrulega hafa í árhundruð eða árþúsund jafnvel verið þeir einu sem máttu innheimta skatta. Og líka máttu þeir ekki, vextir, og líka voru þeim úthýst úr öllum atvinnugreinum. Þeir máttu ekki ganga inn í svoköllu gildi, svona gilds eins og að vera járnsmiður, söðlasmiður, vera húsasmiður og svo framvegis. Þannig að þeim var eiginlega úthýst og eina sem þeir gátu eiginlega gert á svona jöðrum samfélagsins, það var að vinna í viðskiptum og þá sérstaklega með fjármagn. Vegna þess að kirkjan var að reyna að hafa einokun á því vegna þess að það voru mikil völd sem fólust þar. En svo það bara upp úr 1500 við svona þessi, þegar Lúther kemur og annað að það losnar þetta. Og þá maður skoðar eins og sögu Evrópu, ég var í Belgíu í vetur aðeins og eins og Brugge sem þýðir Bryggja, sem var stærsta hafnaborg Evrópu áður en að Lúther kemur fram. Belgar ákvaði síðan að vera áfram kaþólskir. Hvert fer stærsta hafnaborgin? Hún fer til Hollands, þannig að þeir ákvaði að vera meira frjálslegir og fylgja mótmælendatrú og þar blómstra viðskiptin. Þannig að við sjáum alveg hvernig trúarbrögð hafa áhrif og ef þessi mótmælendatrú sem kemur upp á 1500, auðvitað, ég meina endurreisnin, allt þetta, upplýsingin, allt, þetta hefur gríðarlega áhrif á það og ef við ætlum síðan að fara í trúarbrögð sem eru meira segja verra en kaþólskan hvað varðar íhaldssemi og vitleysu að þá sé ég ekki hvernig Ísland árið 2060-70 gæti orðið spennandi. Nei, þetta nei, akkurat sko, þetta svolítið sérstakt sko, ég einmitt að lesa ég las daginn Neil Ferguson sem hann fer einmitt yfir því svona menningalegu áhrif þess hvernig svona eftir að Martin Luther hamrar 95 versin á kirkjuna hvernig svona menningalega áhrif urðu svo náttúrulega uppreisn öreigana og allt þar fram til götunum og hvernig Martin Luther tókst á við það og hvernig það hafði áhrif og fer svolítið svona yfir í þann tíma sem ég man nú ekki hvað bókin heitir en það önnur bók sem ég langar að ræða sem heitir Exodus eftir Paul Collier sem fjallar svona menningalega breytingar og sko menningalega samheldni sem brotnar svolítið niður einmitt þegar þú ert komin með of mikla fjölmenningu þar sem hann bendir einmitt á það að sko fjölmenning hefur ekki bara áhrif á milli þessara hópa sem eru ólíkir heldur hefur það jafnvel sko áhrif á félagslegt traust innan hópsins beggja megin og Robert Putnam hefur náttúrulega líka fjallað þetta í sínum ritum en sko það sem mér hefur svolítið fundist oflítið talað sko félagsauður varðar viðskipti og ég hef svolítið gagnrýnt hægri menn sérstaklega á Íslandi fyrir það að virða að vettugi sko tengsl menningar við viðskipti og hvernig sko einhvern veginn sérstaklega eins og með háskólana hvernig vinstrimenn hefur bara tekist að taka það yfir einhvern veginn allar stofnanir einhvern veginn reknar á mjög marxískum grunni og hægri menn hafa einhvern veginn talið sig vera í ákveðnu skjóli út af því að það var ekki mikill áhugi vinstrimanna á viðskiptalífinu út af því að þeir sem voru að vinna til með sér raunhagkerfinu voru svona eiginlega svona rasistar sem væru ekki réttum skoðunum hina ýmsu hluti
og þá einhvern veginn væri hægri menn komnir í skjól út af því að þeir þyrftu ekki að vera að spá í þessu út af því vinstri mennum væri ekki að bögga á. En svo núna erum við komin að þann stað að sko menningatengd mál hafa áhrif á viðskipti. Við sjáum þetta allir á þeim svona svæðum í Bretlandi þar sem að aðrir menningahópar hafa tekið yfir landsvæði að þá minnkar starfsemi viðskiptalífsins sem hefur það áhrif sem að tvístrast út allt samfélagið. Þetta eitthvað sem að mér finnst við ekki huga neitt að bara menningamál og viðskipti og svona þessi samofnun tengsl sko. Já, og svo ertu með svona bjána samtök eins og No Borders á Íslandi. Vilja í alvörunni bara opin landamæri. Ok, ef við vilja opin landamæri þá þurfum við að segja á sama tíma það verður ekkert velferðarkerfi. Vegna þess að það er algjörlega ósamrýmanlegt að vera með opin landamæri og almennilegt velferðarkerfi. Það bara gerir það að verkum að það koma velferðar flóttamenn hinga og það er bara hvatinn til staðar. Þú mátt flytja þangað, þú færð ókeypis nám, heilbrigðisþjónustu, húsnæði og svo framvegis og svo bara kemur ljós hvort þú þurfir einhvern tímann að vinna. Þannig að þeir í No Borders, ef þeir væru með einhverja heilafrumur sem myndi virka, þá myndu þeir náttúrulega segja, já, ég meina, svo leggjum við niður velferðarkerfi líka. En nei, þeir vilja hafa velferðarkerfi og opin landamæri. Og alveg eins og fjölmenning ekki til, þá gengur þetta ekki heldur upp. Þannig að ef við erum hér með fullt af fólki sem vill ekki samlagast kerfinu, vill ekki læra íslensku, vill ekki taka þátt í samfélaginu eins og það að þá er hægur vandi að losna við það. Það bara fær ekki bætur, það fær ekki ókeypis húsnæði. Þú vilt ekki taka þátt í okkar menningu og okkar samfélagi og þú hefur ekki efna á því að greiða fyrir þinn mótþróa sjálfur, þá átt ekki erindi hingað. Nei, þetta það sem að ég hef einmitt fjallað svolítið sko, því að hitastigið og eins og þú talar sko með No Border sko, það svolítið eins og séu að halda potluckinu samhliða því að skrúa upp hitan sko og vonast til að það einhvern veginn nái að virka. Ég hef verið svolítið að benda á það að sko til þess, út af því að núna eins og ég var að segja við þig, þá var Brynja Barka svona Lil Binni. Rosaleg svona hægri þjóðernisbylgja að eiga sér stað í svona popkultúrnum á Íslandi sem að einhver svona undirliggjandi og ég hef reyndar numið svolítið hjá ungu fólki, sérstaklega svona síðastliðin svona 1,5 ár og það sem ég hefur rosalega mikið að vera að pæla í bara, ok, við erum með þessa stöðu núna að popkultúrin einhvern veginn að skrúast upp og í Evrópu þetta náttúrulega orðið bara þannig að svona öfgahópar eru að taka sér saman, þetta ekki öfgahægri hópar, þeir eru bara alls konar skoðunum en þeir eru allavega með eina skoðun það að útlendingar séu einhvers konar vandamál. Nigel Farage, hans flokkur var ekki til að það var ekki fyrir útlendingamálinn í Bretlandi, hann er nú stærsti flokkurinn í Bretlandi og það sem ég verið að velta fyrir mér hvernig lækkum við hitastigið á þessu og ég hef sagt bara, heyrðu ok, það er ekki hægt að lenda á Íslandi og fá bætur. Ef þú ert tilbúin að vinna þá getur örugglega fengið að vera undir ákveðnum formerkjum. Samhliða þessu, ef þú brýtur að þér þá ferðu úr landi og kemur ekki aftur. Ef að þetta tvennt gert, þá myndum við leysa öll þau vandamál varðar einhvers konar svona menningatengd vandamál. Og svo ef við viljum vera í mannúðarstarfi þá finnst mér affarasæll að senda fjármagn til þessara landa, til þessara menningar samfélaga sem við viljum hjálpa. Eins og núna þegar þetta ógeðslega Sýrlands stjórn hrundi fyrst þegar uppreisnin var og svo loksins var Assad tekin út og flúðu til Rússlands að allir sem eitthvað gátu, verkfræðingar, læknar og svo framvegis, eru löngu farnir frá Sýrlandi og þú færð þá ekki tilbaka. Og að sjúga svona hæfileikana í burtu, þetta getur fólk farið að sjálfstæðum, en mjög marga langar að reyna að vera áfram í sinni menningu á sínum heimaslóðum og taka þátt í uppbyggingu þar. Þannig að frekar heldur hann að bjóða lækninum landvist hér, það verið betra að reyna að efla hans heimahaga einhvern veginn og ég held að það verið miklu meiri eftirspurn eftir því. Þannig að svona hlutir geta brotna, það er svo ensku tipping point, þú ert með eitthvað svona, það er bara allt innur gengið og langt og við erum oft með svona jákvæðan spíral og
og við erum sannarlega í honum á Íslandi í dag. Þetta getur snúist upp í andhverfisinu í neikvæðan spíral. Við getum séð það úr borgum, bara hvernig Detroit þróaðist, við getum séð það hvernig Södertälje í Stokkólmi hefur þróast, bara eitt hverfi þar sem ég var að spila körfubolta þá var alltaf Norðurlandamótið félagsliða þarna og það var ekkert mál að vera þarna, núna þorir lögreglan ekki að fara þarna inn og þannig að það svolítið brotætt þegar bara trú og traust hverfur og þá mjög lítið eftir og ef við skoðum eins og í sambandi við alla þessa umræðu vorum að tala þú varst að nefna þetta dæmis, ég þekkti ekki þessa stúlku sem var áreitt niður í bæ að Svíi sem ég hitti hérna síðasta sumar, hann var að segja mér að hann var bara að flytja frá Stokkólmi og hann þyrfti alltaf að fylgja dóttur sinni ef hún ætlaði í bíó og hún ætlaði að fara eitthvað og svo framvegis niður í bæ. Þannig að samt stálpuð stelpa sko, ekkert smábarn og fyrir 20 árum síðan hefði bara getið farið frjáls allra sinna ferða. Að þú ert komið samfélag sem fer alveg fram á hyggjuflugið og svo fram að því. Það rosalega erfitt að toga það aftur tilbaka. Það tekur áratugi ef það þá hægt. Þannig að hjá okkur, við erum sannarlega að endurtaka öll þau mistök sem hafa verið gerði í Londonum í kringum okkur, alveg eins og fábjánar. Þannig að það algjörlega fyrir séð hvernig þróunin verður hér. Hún verður svo sama og í Norðurlöndum í kringum okkur. Þar eru þó komin inn stjórnvöld, sérstaklega eins og í Danmörku og svo núna í fyrsta skipti í Svíþjóð sem að byrja að taka á þessu. Hlaðvarpið í samstarfi við Ljárdalur.is. Ljárdalur sérhæfir sig í innflutningi á smágröfum og öðrum vinnuvélum og leggur mikið upp úr því að veita fljóta og persónulega þjónustu við hvern og einn. Hvort sem þú ætlar að gera upp sumarhúsið, gera upp garðinn eða hvað eina, þá ferðu á Ljárdalur.is og tryggir þér smágröfu til þess að klára verkið. Ég veit að það eru margir iðnaðarmenn sem hlusta á þetta hlaðvarp og þið farið inn á Ljárdalur.is og látið draum ykkar rætast sem þið hafið alltaf viljað að eignast litla smágröfu. Ljárdalur.is, kíkið á það, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Það er líka svo sérstakt sko eitt í þessu sem að Douglas Murray hefur bent á og hann alltaf skrifaði hérna The Strange Death of Europe og svo fleiri bækur sem kom í kjölfarið. Hann nefnir það minni mig í þessari bók sem að kemur út hana 2015, 10 ár síðan, samt sem aður erum einhvern veginn ennþá að svo verið sama stað og svo að séu að einhver hérna merki þess að Evrópa sé að vakna. Hérna, þá bendir hann á það sem hefur verið svo sérstakt í menningunni að það kom upp einhver vandamál, einhver svona menningatengt vandamál eins og að gerast í Bretlandi, eins og að gera svona í Svíþjóð sem náttúrulega sko bara einhvers konar rannsóknarefni sko. Að fyrsta sem að gerist að stjórnmálamenn byrja að pæla fyrst og fremst í því hvernig passa ég upp á það að viðhorf fólks verði í lagi gagnvart þessu. Ekki að takast á við vandann sko. Hvernig passa ég upp á það? Þá erum við bara með hérna, við þurfum að fangelsa fólk fyrir Facebook-statusa. Við þurfum að takast á við svona viðhorf fólks gagnvart þessu og passa að kveða í kútin alla gagnrýni á það hvernig þessum málum hefur verið háttað. Svo getum við séð dæmi eins og Holland, þar búið að vera mikil vakning í þessum málum langt skeið og þar búið að taka mjög hart á afbrotamálum. Þannig að nú eru hollensk fangelsi í stakk búin að taka móti föngum annars staðar frá. Íslendingar í stað þess að senda sérstaklega erlenda fanga til þess að afplána í Hollandi, við erum að byggja, ég veit ekki, þetta á eftir að kosta 20 milljarða, eða minnstu á annan 20 milljarða, nýtt fangelsi. Hvað heila brú í þessu? Og hollendingar sem að kunna þetta, þá bara greiða þeim fyrir að sjá þetta. Já, þetta er rosa skrítið, það er rosa margt skrítið, hérna, en snúum okkur aðeins að öðru, hvernig kannski aftur inn á þetta eftir, en hérna, ég fekk spurningu PCC á Bakka. Já, og hvort að í boði Steingríms Jóðs og Vinstri grænna. Já, hvort að hérna, ég hitti hérna Arnar Sigurðsson hjá Sandi, ég held að hann sé nú í lagi að ég nefni þetta, en hérna, hitti hann í rektinni, hann sagði hérna, við höfum alltaf bara mokað þessu út og nota orkuna í það að vera með gagnaver. Hvað hérna, en óháð því, finnst ég hérna, nú þetta mörg störf sem í húfi, mikil starfsemi, finnst ég halda vatnið að við séum einhvern veginn að reyna að bjarga þessu. Nú Sjálfstæðisflokkurinn í allt trausti að reyna berjast fyrir því að halda þessu úti. Og meðgjöfin með þessu verkefni gríðarleg. Það var búið til sérstök höfn á Húsavík fyrir að minnst kosti 2 milljarða. Það voru gerð síðan jarðgöng hann í gegnum fjallið þar í áttina
að bakka fyrir marga milljarða. Síðan hefur verið alls konar afsláttur á sköttum og gjöldum og alls konar. Og þetta einhver svona sovjesk hugmynd, það var náttúrulega hamar og segð í sovjeska fánanum sem Steingrímur J vildi endilega framkvæma á sínu tíma í tíð Jóhannustjórnarinnar 2009-2013. Og ég bara hreinlega lýsi þessu þannig eins og þessu verkefni hafi bara verið svindlað í gegn. Og síðan það þannig að sólarsellumarkaðurinn, hann mjög kvikkur og að framleiða kísil í sólarsellur að samkeppnin þar hefur verið mjög mikil. Þannig að verð hefur lækkað og þessi verksmiðja bara ekkert samkeppnisfær. Ef við horfum aðeins í víðar, ef við horfum á álverin á Íslandi, ef við horfum til að mynda á álverið í Straumsvík, það mjög gömul hönnun, það var reynt að lappa upp á hana hérna fyrir kannski 20 árum síðan. Lítið álver til þess að gera, segjum að framleiði 300-400 tonn max, á meðan það hefur verið að reisa álver í dag, það lágmarkstæðir 1.000.000 tonn. Þetta álver sem notar í dag, segjum bara 300 megawatt, þá að endurnýja samningana, þeir eru að komast á gjalddaga, samningarnir á lokadag. Það getur 2 ár bara? Já, 1-2 ár og það þarf að semja minnskosti fyrir lok 2 ára og ég sé ekki betur en að þeir þurftu þá að greiða 2-falt orkuverð miðað við það sem þeir eru með í samningum í dag. Upp á Grundartanga, þar Norðurál, það yngra álver og aðeins hagkvæmara, segjum að þessi að nota 400 megawatt. Þeirra samningar þurfa endurnýjast fyrir 2030. Geta þeir borgað í þeirra tilfelli að stærri munur, kannski 2,5 sinnum hærra orkuverð. Og ég líti á það þannig að þessi bransi líka sé á undanhaldi vegna þess að þessar verksmiðjur standast bara ekki í alþjóðlega samkeppni, alveg eins og Bakki, ég tel það einboðið að standist ekki alþjóðlega samkeppni. Þannig þá lausnin að fara að niðurgreiða þetta? Nei, vegna þess, hvers vegna hefur orkuverð hækkað svona mikið? Jú, það vegna þess að gagnaver, sérstaklega gervigreind í dag, að ýta áfram raforkunotkun gagnaver alveg gríðarlega. Orkumálastofnunin í París gaf út í nóvember nýtt mat fyrir næstu 2 ár. Það sem þeir sögðu, EEA heitir þessi stofnun, að bara það sem gagnaver taka út af gervigreind að orku eftirspurnin myndi 2-faldast. Og gagnaver í dag sem einstaka atvinnugrein langstæsti notandi raforku í heiminum. Það voru álver í gamla daga, en gagnaver tóku fram úr fyrir væntanlega 10 árum síðan og hafa síðan 2-faldast eða meira. Og núna að fara 2-faldast aftur, bara á 2 árum. Þannig að það næg eftirspurn frá gagnaverum og þess vegna rétt það sem Arnar segir og þú vitnar í úr líkamsræktarstöðinni að það eru aðrir aðilar sem eru bara tilbúnir að kaupa þessu orku. Í tilfelli PCC þá eiga lífeyrissjóður einhvern hlut í því fyrirtæki. Í tilfelli Norðuráls eða Straumsvíkur að þá eiga Íslendingar ekkert í þeim fyrirtæki. Auðvitað eru byrgjar, auðvitað eru sem að þjónusta. Það einhverja vélsmiður og svo framvegis sem að þjónusta þessi álver og Bakka og það fólk sem vinnur þarna. En fólk gæti alveg fengið vinnu við annað. Þannig að mér finnst þessi gamla sovjethugsun með að hafa einhvern þunga iðnað hérna, mér finnst hún bara ekki eiga við. Nei. Þannig að það var hægt að nýta þessa krafta betur, bæði mannafla og orkuna. Í áhugaverðari störf sem greiða hærri laun. Já. Ég reyndar var ekki með að blaði að nefna þetta við, en mér langar svo mikið að leggja þetta undir út af því ég búin að vera, sko, mér finnst þess að ég sé með eitthvað blind spot á þetta mál, en ég bara get ekki séð það og langar að lýsa þessu aðeins fyrir þér út af því að núna, sko, þú talar lífeyrissjóðuna, þess vegna datt mér það í hug og þegar núna eru lífeyrissjóðinir aðalega bundin við það að þú ert lögbundin til þess að vera að leggja fyrir sparnað svo að þú hafi verið betra á eldri þegar þú kemst á efri árin. Þetta aðalega bundin við þá og það réttlægt með ekki bara vísan í það að þú eru að vit fyrir fólki, heldur að þitt fjármagn muni koma til með að nýtast betur þegar það mikið fjármagn sem kemur saman og hægt að fjárfesta. Og lækkar umsýslukostnað að vera með svona marga saman. Nákvæmlega. Þá velti ég fyrir mér. Og þegar núna höfum við, sko, húsnæðismarkaðurinn náttúrulega byrja klessu og það aðalega út af hinu opinbera. En samhlega þessu að þá hafa verið, sko,
úrræði sem heita Blær og Bjarg sem hafa verið að búa til að eigin sögn óhagnaðardrifin leigufélög og húsnæði fyrir fólk sem að minna má sín. Lífeyrissjóðin hafa verið að fjármagna þetta og eins og Finnbjörn sagði nú fyrir skömmu að þá sagði hann að ef að það verður einhver hagnaðar af þessu að þá mun hann vera nýttur í það að niðurgreiða fleiri húsnæði. Það er að segja búið til meira húsnæði fyrir þá sem eru jafnvel kannski ekki einu sinni að greiða í lífeyrissjóðin og þetta hefur líka bundið við stéttarfélögin. Hvernig meikar það sens? Og eins og segi, ég hlýt að vera með eitthvað blind spot út af því að mér finnst það svo klikkað. Hvernig meikar það sens að ég sé að greiða í lífeyrissjóð þar sem að mín ávöxtun á að vera hámörkuð til þess að ég hafi það betra þegar ég kemst að efri árin, sérstaklega þegar að mannfjölgun er svo lítil að það er óljóst hvort að mun allavega ekki standast fyrir mig, spurning fyrir þig. Hvernig meikar það sens að ég sé að taka þátt í óhagnaðardrifnum fyrirbærum á niðurgreiddu húsnæði sem ég mun aldrei koma til með að nýta? Já, það er sko, svo lengi sem lífeyrissjóðirnir setja ekki hlutafé inn í þetta. Vegna þess að það má ekki vera arður á hlutaféð, en það má eiga vera vextir á lánin. Þannig að ég er að vona að lífeyrissjóðurnir séu með þessi lán bara á markaðskjörum. Þá tapar lífeyrissjóðurinn og þar að leiðandi lífeyrisþeginn í framtíðinni engu á þessu. Þeir bara ímynda sér í verkalýðshreyfingunni, sósíalistarnir þar, að með því að taka út ímyndaðan hagnað á eigið fé, að þá sé hægt að gera þetta miklu ódýrar. En það sem gerist auðvitað, ef að þú ætlar að fara með vöru inn á markað, undir markaðsverði, þá býrðu bara til biðlista. Og síðan þegar það er komin skilyrði það, að þú megir ekki vera með ákveðnar tekjur ef þú ætlar að halda húsnæðinu, þá býrðu til fátæktargildru. Vegna þess að hvatinn, eins og vorum að tala um hvata áðan, hann er svo mikill að hækka ekki laun. Að frekar sitja þarna eftir í þessu húsnæði. Og eins og við erum að tala um eignarétturinn skiptir rosalega miklu máli. Friedman sagði sem frækti að það þvær engin bílaleigubíl. Ef þú átt ekki húsnæðið, þá gengur ekkit sérstaklega vel það. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli upp á bara viðhald fasteigna, upp á ásýnd fasteigna, upp á umhverfi fasteigna, að það séu eigendur að fasteignunum, að það séu ekki leigjendur. Auðvitað er það þannig á lífsleiðinni að þegar þú ert yngri að þá safnar skuldum vegna þess að þú ert að greiða fyrir eitthvað vegna þess að þú sér fram á það að geta unnið í 40 eða 50 ár. Þannig að þú hefur efni á því að taka lán. Svo er einhver sem er komin yfir 50 eins og ég, hvað er langt eftir að minni starfsævi, ég hef ekkert efni á því að vera mjög skuldsettur, þannig ég greiði mjög hratt niður lán. Þannig að fólk getur alveg þegar það er yngra leyft sér að taka lán, fjárfesta, hugsa vel um eignina sína og greiða niður lánið yfir tíma. Líka er það þannig að ungt fólk á fjölskyldu, börnin hjá mér að fara að flytja heiman, þannig að ég get hæglega að minnka við mig. En ég gat það ekkert þegar ég var á milli, byrjaði að eignast börn þegar ég var 28 ára, ég gat það ekkert því ég hefði með fullt eða 3 ung börn. Ég þurfti að búa í stærra húsnæði, ég þurfti að taka lán. Þannig að hvað varðar leigumarkaðinn, að mér finnst mjög hættulegt þegar fólk sko festist inn á leigumarkaðinn. Vegna þess að við vitum það að íslenska krónan sögulega, þó fyrir utan frá því hún losnaði úr höftum núna, sem er svolítið svona plat út af því að það er ekki algjörlega frjáls fjármagnsviðskipti, hún mátti ekki gera framvirkasamning og afleiður og annað. Það hún haldist tiltölulega stöðu, en sögulega er hún uppspretta óstöðuleika á markaði hér. Þannig að fólk hefur sögulega viljað setja rosalega stóran hluta af sínum sparnaði í steypu. Ef þú setur fólkinn á leigumarkað, hvert á sparnaðurinn að fara? Svona menningarlega, sögulega hjá okkur, þá er ekki mikil hefð fyrir því að fjárfesta í hlutabréfum. Við sjáum, það jókst eitthvað þáttakan í kringum þessi útboð sem hafi verið núna hjá einkavæðingu á Íslandsbanka. En þetta sparnaðarform að vera með stærstan hluta af sínum svona sparnaði í steypu, það hefur reynst Íslendingum ágætt. Og það er nú önnur ástæða fyrir því að ég er ekki hrifinn af leigjendamarkaði. Já, þá langar mig að spyrja það út í sko. Ég fekk líka spurningu afstöðina til ESB og evrunnar og annar gjaldmiðla. Og sko, þú er náttúrulega ekki hrifinn af ESB ef ég lesi rétt í stöðuna. Skuldabandalagi í Evrópu, nei. Nei, nákvæmlega. En
sko, kannski ræðum ESB eftir smá, en saman við annan gjaldmiðil, eins og með evruna, telurðu með við stöðuna í Evrópu að ef við tökum bara tökum evruna bara sér, byrjum á henni og svo getum við kannski talað með aðra gjaldmiðla, en telurðu fýsilegt í dag að taka upp evru? Já, það alltaf fýsilegt að kasta krónunni fyrir alþjóðlega mynt og það bara gert einhliða. Og það dálítið bíræfið maður hlustar á forsætisráðherra Kristrúnu sem hagfræðingur. Þegar hún að tala einhliða hitta og einhliða hitt, að þá hún alltaf að tala einhliða bindingu krónunar við evru. Og það eins og, það til tvíhliða binding eins og danski seðlabankin með, og þannig að hann með fullan aðgang að evrum hjá evróska seðlabankan. Hann með samning og Danmörku náttúrulega í Evrópusambandinu. Við myndum aldrei frá tvíhliða bindingu. Ég hef alltaf verið að tala einhliða upptöku. Þá kostum við krónni, það ekki þetta að ráðast á krónuna. Kristrún hefur verið og fólk í ríkisstjórninni að fjalla það að við getum endað eins og Argentína ef við tækjum upp aðra mynt. Það ekki rétt, vegna þess að Argentína batt sína mynt, pesoan, við dollar, einhliða, án þess að hafa aðgang að dollarum frá bandaríska seðlabankan. Þeir voru ekki með tvíhliða tengingu þar. Við erum að tala einhliða upptaka á annari mynt, þannig að krónan ekki lengur til. Og það eins og Javier Milei hefur verið að tala í Argentínu núna, að kasta peso á honum, taka bara upp dollar. Og Lee Buchheit vinur minn sem kom hérna eftir hrun og hjálpaði til með að greiða úr flækjunni sem ISEF var, að hann hjálpaði Zimbabwe að taka upp dollar, bandaríkjadollar, einhliða. Og þá var Zimbabwe gjaldmiðlinn, hún var bara kastað. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græja rúðuna strax í dag. Það sem dálítið sorglegt með þessi málöll, að þetta auðvitað undir stjórnmálamönnum komið. Og stjórnmálamenn vilja ekki missa völd sín. Svo núverandi valdhafar í Harare í Zimbabwe, þeir reyna að búa til nýja mynt. Af því að þeir hafa enga stjórn á bandaríska dollarnum, að þá eru að reyna núna að koma inn í hagkerfið sinni eigin mynt. Vegna þess að þú hefur ekki eigin mynt, það býr til agaleysi í fjármálum. Að vera með mynt svo hefur enga stjórn á, eins og ef við værum með evru eða dollar hérna á Íslandi, þá býr það til aðhald á ríkisreksturinn. Þú getur ekki prentaði út úr vandamál. Þú getur ekki skuldsettið út úr vandamál. Þannig að þú þarft bara hreinlega að sinna rekstri ríkisins þannig að hann standi undir sér. Það ekki þar með sagt að það þurfa alltaf að vera afgangur, en það ekki hægt að skuldsetja á sig og skuldsetja sig og skuldsetja sig og ætla síðan að prenta peninga upp í gatið. Og það þetta aðhald sem stjórnmálamenn vilja ekki og embættismenn. Þannig að við getum ekki verið að bæta við 80 milljörðum ofan á kjarasamninga, þar sem að samhliða því leitin 10% minkað framlag segja. Akkurat, og við gætum bara ekki leyft okkur vitleysu eins og ætla að byggja Landspítala fyrir 70 milljarða og úps, hann komin upp í 220 og enginn þarf að útskýra neitt. Og hann beygður á versta stað. Hann bara veldur það sem eru mestar umferðarteppur á landinu. Þetta já. Já. En tökum þá hérna svona í breiðari mynd. Þú segir að það alltaf betra að kasta krónunni. Hvaða mynd í dag myndir þú telja að vera fýsilegast, hvort sem að væri einhliða bindinga, tvíhliða bindinga, bara að taka upp annan gjaldmiðil? Já, ég myndi aldrei vilja einhliða bindingu vegna þess að þá ertu ekki með seðlabanka þeirra myntar sem voru bundin við, þú ert ekki með neitt samning við hann að hjálpa þér. Og tvíhliða binding fylgir því hvað varðar Bandaríkin eða Evrópu að ganga inn í viðkomandi ríkjasamstarf. Ísland miklu betur borgið sjálfstætt utan þessara blokka. Og þess vegna eini kosturinn í stöðunni ef við ætlum að fá hérna aðra mynt, það að taka hann upp einhliða. Kosturinn sá hins vegar líka svo hagkvæmasti vegna þess að þetta tekur langstystan tíma. Það tekur bara nokkra vikur. Þannig að þetta mjög auðveld framkvæmt en
stjórnmálamönnum og embættismönnum hugnast hún ekki vegna þess að þetta setur bönd og höft á hvað þau geta gert í eyðslu sinni. Já, ég nefnilega sko eins og ég hef fjallað hérna áður sko að það náttúrulega af einhverjum óskiljanlegum ástæðum jukum við laun 10% samhliða því að minnka vinnuframlag 10% til þess að takast á við 10% verðbólgu. Það tölur mér þess að lágu frekar svona skemmtilega fyrir þegar maður þetta er skemmtileg framsetning fyrir svona fyrir fjölmiðlun sko en þetta var svona með því ótrúlegra sem að maður hefur séð en einhvern veginn sko fór þetta í gegn og svo í næsta kjarasamning þá var samþykkt að setja 80 milljarða pakka frá hinu opinbera sem að enginn vissi nákvæmlega hvað þetta koma frá sko. Nei, og svo að þeir eru 4 ára kjörtímabil að afleiðingarnar af svona misgjörðum kom ekki fram strax og þá verður þetta bara vandamál einhvers annars. Já, þetta er ákveðið svona fangaprísuns vandamál þar sem að við erum með stjórnmálamenn sem eru til 4 ára en við þurfum svolítið sérstaklega í dag að horfa svona til lengri tíma skapa sviðsmyndir sem horfa lengra fram í tíman heldur en 4 ár. Mér er svolítið gaman að vera svona velta fyrir mig svona samfélaginu eins og þessi sem að spurði spurningar en áður svona 50 ár fram í tíman. Hvernig sér þú fyrir þér að hægt sé að leysa úr þessari fangaprísuns vanda? Já, það er bara með því að taka völdin af stjórnmálamönnum, með því að gera þetta meira dreifstýrt, þannig að almenningur taki ríkari þátt í ákvörðunum. Þá er komið með meiri ábyrgð í málin. Og síðan er það auðvitað með því að taka peningaprentvélarnar úr sambandi. Það er svo mikill freistni vandi að geta alltaf gengið einhverja peningaprentvél og gummað fyrir öllum vandamálum. Og við vitum það að skuldir í dag eru skattar á morgun og ég hef oft rættu það í svona hlaðvörpum að það er kynslóða munur þarna. Við segjum svo sem erum núna á vinnumarkaði, við getum fengið, já það er byggt fyrir okkur kísilver, það er byggt fyrir okkur spítali, við notum hann, það er sett meira í almannatryggingakerfið, við njótum góðs að því, eins og kynslóðarnar sem komu á eftir vegna þess að það er slegið lán fyrir þessu. Við erum ekki að borga þetta í sköttunum okkar í dag. Það endar á að borga þetta í framtíðinni. Og þá er kannski þjónustan hætt, fjárfestingin farin á hliðina, þessi spítali sem var byggður úr sér gengin bara tæknilega. Þannig að þetta er rosalega ósanngjarnt að skuldsetja sig í dag fyrir einhverju svona sem er samtíma neysla vegna þess að það lendir á kynslóðum framtíðar sem borga með sköttunum sínum skuldirnar upp. Ég hef rætt þetta hérna út af því að þú varst að tala um Indlandshaf áðan. Ég hef verið að ferðast hana á Indlandi og þá maður séð náttúrulega slíka eymd að það er í rauninu ótrúlegt en þeir náttúrulega sko fór hana fyrst 2012, 2015, 2018 og ekki komið síðan aðalega út af COVID en þar sá maður alveg ótrúlega framfærir og ég þarf eiginlega að fara að skella mér aftur til þess að vera að sjá þetta aftur og ég var þannig að suður Indlandi sem er svona fátækasta ríkið þannig kringu Tamil Nadu og sko ótrúleg þrautseigja er rauninni Indverjum sem hefur svona sést á undanförnum árum ekki það sé ekki margt að það er náttúrulega gríðarlega margt að en svona maður gerir svona ráð fyrir því þegar þú ert með 1300 milljónir eða 1400 milljónir held ég að segja í dag en ég sko út af því að það er alltaf að tala um þetta sko eins og þú segir sko með skuldir og það er einhvern veginn svona siðferðis viðmið að hérna fólk á þetta skila eru mannréttindi af þetta, eru mannréttindi af þetta aldrei neikvæða mannréttindi er allt í sko jákvæða mannréttindum að þú átt skilið þetta og ég var alltaf að velta fyrir mér sko þegar maður sér svona lönd eins og á Indlandi að það er náttúrulega sko lífsgæðin töluvert verri heldur en á Íslandi en við einhvern veginn horfum á mannréttindi sem er aðalega bundið við Íslendinga og þessi mannréttindi að hafa alls konar hluti en við gerum ekkert ráð fyrir því að við getum einhvern veginn að þessu getur hrakað og ég hef oft verið að var að pæla í svona, ég var að segja þetta í þættir núna mánuleg þetta bara af hverju eru hlutir sífellt sko þó svo þessi alveg frábært að vera á Íslandi ótrúlega lífsgæði, ótrúlega frábært mikið segla á ýmsum sviðum en svona er varðar stjórnsýslu, er varðar húsnæðismál, er varðar svona hlutina sem þurfa að vera í lagi, afbrotanhneigð og þannig hafa orðið verri og það er einhvern veginn ekkert sem við ætlum að ræða, það er bara einhvern veginn, já, það er einhvern veginn sem fær bara svona seitla áfram. Einu hlutin sem að stjórnmálamenn ætti að vera að pæla í, eru þeir ekki að pæla í, en eru alltaf að pæla í því að dreifa einhverjum
svona ímyndum mannréttindum sem á floti hverju sinni, sko. Já, og það svona if you can't convince them, confuse them. Ef þú getur ekki stýrt þessum stórum málum, þá ferðu í gæluverkefni og reynir að láta lítið út fyrir að það séu aðalmálin. Og þessi vók umræða náttúrulega bara til að villa fólki sín að það ýmislegt annað sem þarf að laga í heiminum. Og þegar við erum að tala á Íslandi að þá nánast búin að vera samfellt efnahagsbati, við erum náttúrulega hérna í kringum þegar óðaverðbólgan kemur upp úr 80 til 90 að þá rýrnaði eins lífskjör hérna og svo aftur eftir fjármálahrunið 2008, það rýrnaði örugglega 25%. En síðan búið að vera nánast samfella í uppsveiflu frá 2013-14 og í 12 ár og ef við skoðum eins og eftir heimsfaraldurinn í Þýskalandi þá búið að vera stöðnun þar frá 2018-19 fyrir heimsfaraldur. Ef við skoðum Svíþjóð þá búið að vera afturför í lífsgæði og ef við höldum ekki rétt á spilunum þá lendum við bara í sömu stöðu. Það bara þannig og það eins og margir ímynda sér að framleiðinu aukningin, lífskjara batinn, þetta sé bara einhver fasti. Og þetta koma sjálfur sér að þurfa ekki að hugsa þetta og peningar vaxa á trjánum og þeirra hlutverk sé bara að skipta peningunum jaft. En það ekki þannig, því miður. Það þarf að hafa fyrir þessu. Já, mér bara einhvern veginn fundist við verða einhvern veginn svona samdauna einhverju hugmyndum það einhvern veginn að mannréttindi séu aðalega bundin við það að þú takir af öðrum til þess að láta annan hafa, sko. Já, það sósíalismi. Það bara að jafna einhvern veginn allt. Þetta allt í grunninn sósíalískar hugmyndir sem þetta fólk með. Þetta ekki hugmyndir til að hjálpa almenningi. Þetta ekki sett þannig upp. Nei, það virðist vera ákveðin svona, svo við komum aftur inn á það sem við vorum að ræða hérna við upphaf, að sko þessi unga hægri bylgja. Þú talar það að einhver tíma fær fólk nóg og einhver tíma fær fólk nóg út af því að sko raunveruleiki náttúrulega bara bankar upp á. Hvað finnst þér svona, ef við tölum þetta svona í heimspekilegum grunni? Ég var að tala íhaldssemin og svolítið sérstök, þetta einhvern veginn en að við svona hugsaum þetta út frá svona heimspekilegum sjónarmiðum, svona í víðu samhengi, kannski sögulega samhengi jafnvel, svona þessi hægri unga bylgja. Þetta svona eins og hefur verið rætt hérna í þessu þætti með svona pendúl, að hérna vók, vinstri menn, umhverfissinnar og svo framvegis, þeir bara gengur langt og héldu að með því að færa pendulinn svona langt til vinstri að þá myndu þeir ná sínum hugðarefnum í framkvæmd. En það sem þeir gerðu var bara að ofbjóða fólki. Það sem hefur gerst eins og hvernig lífskjör var hrunið í Þýskalandi í samanburði við svona löndin í kring eins og í tala um Pólland, það sem lífskjarabatinn gríðalegur. Að þeir bara framkvæmdu eins og ég sagði efnahagslegt harakiri með gallaðri orkustefnu í nafni umhverfisverndar. Og þeir munu þurfa að súpa úr skálinu með það, eða súpa seiðið af því, að bara öll þessi kynslóð sem fór í þessa vitleysu. Og kostnaðurinn við allt þetta að koma fram núna. Það var loksins þegar bandaríski Hæstiréttur tók fyrir málið mismunun, jákvæða mismunun eins og það kalla, sem bara mismunun. Og fór að fara yfir að það var fullt af hæfileikaríku ungu fólki sem komst ekki í skólan sem það sannarlega átti skilið vegna þess að það þurfti að búa til pláss fyrir einhvern sem hefði miklu minni hæfileika. Þetta bara ekki sanngjarnt og stóðst ekki í stjórnarskrá. Þannig að afleiðingarnar aðeins eru vitleysu að koma fram og þá fólki hreinlega ofboðið og þá eins og vinstri menn hefðu átt að átta sig á með því að færa þetta svona langt til vinstri, þá bara smellir pendullin sér með rosalega miklum skriðþunga bara lengst til hægri. Fólk tilbúið að umbera ýmislegt en því að þið ofboðið að þá bara snýst það 180 gráður. Og þetta það sem vinstri menn hafa verið að kalla yfir sig. Og þess vegna kemur ekkert óvart að málin sé að þróast á þennan veg. Nei, þetta svolítið sko, ég man nú ekki hver sagði en það einhver svona ákveðin menningartengt mál þar sem að sko þau bogna ekki en þau brotna. Og þetta svolítið þannig sko að fólk hefur látið bjóða sér ákveðina hluti, komið á línu og þá það ekkert einhvern veginn svona að sveigja, já, nei, þurfum við ekki aðeins að breyta, þá bara brotnar þetta. Og þá einmitt fer þetta í hinn áttina.
og ég man eftir því þegar ég var með Hermannu Nökkva hérna í Bandaríkjunum þar sem við vorum að fylgjast með bandarísku kosningunum ég fór á Harvard Square og ég fór á þessu staði sem ég hafi verið að meðal annars í námiðan rétt við Harvard og ég fylgdist með og ég sá búðirnar og ég sá eymdina og svo fór ég hérna á Hyde Park og ég sá eymdina þar ég fór á svona flesta staði sem hafa svona menningarleg tengsl við Boston allt var að vera allt, það var ótrúlegt svo fór ég til Pennsylvania og ég hafði ekki komið þar áður en þar var ég bara að sjá sömu hlutina bara, fyrirtæki voru búin að gefa upp á bátinn út af ýmsum einhver svona meðal annars út af Black Lives Matter svona mótmælum og eitthvað þannig þá bara, þetta eru fyrirtæki sem að falla niður þú veist, bara reyn Molotov cocktail farin inn þess að hugsa mér, herru, ég get ekki verið hérna allt vera og ég hugsaði með mér bara Trump að fara að taka öll sveifluríkin og hann að fara að rústa þessu sem að nákvæmlega gerðist en út af því að þú talar að pendullinn mér langar til að setja það samhengi til mér sem við Bandaríkjunum mér langar að spyrja tollarstefnu Trump pendullinn til hægri sem hægri maður fagnaru þessum pendul lengst til hægri Ég er bara fegin að fólk átta sig á því að þessi umhverfis áróður þessi vókstefna þessi gæluverkefni vinstrimanna þau bera lífskjara rýrnun í för með sér ég er bara mjög fegin að fólk átta sig á því ég skrifaði tvær greinar sem heita Dómstagur og marxismi það er hægt að finna þær á netinu og kom út 2017 held ég að mér skoðast að Trump nýtt ekki við hann tók við ársbyrjun 2017 og ég skrifaði þetta rétt ára en hann tók við og þá segi ég að Trump væri að reyna að verja verksmiðjustörf fortíðar og ef við setjum það í samhengi við Bakka og álverin hvað er þetta eiginlega? Ég meina við eigum að hugsa framtíðina og þá eins og vorum að ræðum áðan með 4 ára kjörtímabil og eitthvað og horfum á innviðina hérna í kringum okkur. Það er ekki búið að uppfæra landsnetið í 20 ár. Það er ekki búið að uppfæra orku innviðina í raun og veru í 20 ár. Vegakerfið, ég meina það má ekki koma misræmi í veðri að vera rosa kalt og heitt og þá bara flagna vegirnir upp. Einu innviðirnir sem við erum með hérna sem raunverulega virka í Reykjavíkurflugvöllur og Keflavíkurflugvöllur og það voru Bretar og Bandaríkjamenn sem byggðu það og þannig að maður fer að spyrja sig hvers vegna erum við svona lélegir í þessu og höfum við ekkert lært og ástæðan er svo að við horfum alltaf til svo skamms tíma hvers vegna er ekki búið skipulegja að vera að tala einhverja borgarlínu og annað sem algjörð þvæla og kostar alltaf mikla peninga og mun ekki skila neinum árangri sem marktækur að hvers vegna erum við ekki með vegina þannig að það séu færri ljós og veginir fara út fyrir hverfin ég meina í öllum borgum í kringa þá svona hringvegur utan borgina svo smelliðir inn á og þarf þá ekki að keyra í gegnum alla borgina eins og M1 í London M25, já og það er svona í Stokkólmi og það er svona allstaðar og hvers vegna getum við ekki bara skipulagt það er augljóst að höfnin verður ekki í Sundahöfn til framtíðar hún var í miðborginni færði sig í Sundahöfn það er bara orðið ofverðmætt byggingaland og þröngt með bíla að koma stað, flutningabíla og annað út að umferða teppu. Flytjum hana bara á Vatnsleysuströnd, það sem er mjög aðdjúpt, nóg bakland, ódýrt land, ætti að vera meina þar nær flugvellinum, nýtist í samkeyrnslu við flugvellin og erum síðan með akstursleiðir sem fara í kringum borgina, ekki gegnum hvert einasta hverfi með alls konar þungaflutninga. Þannig að vandamáli hjá okkur er svolítið að við horfum til skamms tíma og ef að við myndum horfa til lengri tíma þá getum við búið enn meir í haginn fyrir frekari verðmætasköpun en svo koma tæknibreytingar, það er hjálpa til. Ég var í New York daginn og þá var ég að hitta Bob Morgard sem stofnar Commonwealth Fusion System og þeir eru að búa til samruna og er að fara að framleiða fyrsta 300 megawatta orkuverið, það sem orka með kosta í kringum $100 sem er mjög samkeppnishæft alþjóðlega, við erum að tala um $60 cirka markaðsverði frá Landsvirkjun í dag. Orkuverð eins og með Hinkley Point, kjarnorkuverið sem er í Bretlandi, það er áætlað yfir $200, þannig að 100 er mjög samkeppnishæft og þetta verða bara verksmiðjur sem verða byggðar upp orkubú og þá við hliðin á stórnotanda, við hliðin á einhverju bæjarfélagi. Það þarf ekki jafn mikið línukerfi til að færa orkuna langt á milli.
og þetta leysir ýmislegt. Varðandi bílastæðamálin og umferðarteppur að núna í júlí er Tesla að kveikja á því að Teslaðin, ef að þú ert ekki að nota hana, hún er sjálfkeyrandi, þú getur notað hana sem Uber og það er engin bílstjóri. Hún fer og hleður sér sjálf, hún fer og sækir farþega og skila þeim, það eru myndavélar inn í bílunum, taka mynd ef einhver ætlar að skemma bílinn, þeir sem eru til þess hæfir að vera af sem farþegar eru auðvitað vettaðir með eitthvað app og leggja inn einhverja tryggingu og svo framvegis. Þetta er alltaf að fara að gerast og þetta er að fara að leysa umferðarmál líka. Þannig að tæknin kemur alltaf til bjargar en við erum samt hér á Íslandi, við höfum verið einhvern veginn upptekinn að dægur málum hvers tíma. Frekar heldur en að horfa lengra fram á veg. Og það er hægt að gera lífið hérna bara miklu þægilegra og framleiðnara. Þannig að fólk eyði minni tíma í einhver óþægindi. Einn angi þessarar hægri bylgju í Bandaríkjunum þegar Trump er kosinn hefur verið tollar á eiginlega öll ríki, ef ekki bara öll ríki, allavega 10%, hærri á sum, svo hefur þetta verið einhvern veginn að fara fram og tilbaka, hvort hann að standa við þetta eða ekki. Hvernig lestu í þá stöðu? Þetta er alveg hræðilegt og ég var á fundi með Mark Pottinger, heitir hann var öryggisráðgjafi NSA yfirmaður hjá honum í fyrri ríkisstjórn, sagði af sér eftir uppþotin í kringum þinghúsið 21 og hann sagði bara maðurinn er svo grunnhygginn að hann hugsar um 5 hluti og þeir byrja allir á R og það er reciprocal, það er sem sagt gjalda líkt og það er real estate og það er revenge er eitt af þeim og svo framvegis og það er þetta real estate, hann lítur á Bandaríki sem prime real estate og hann vill þá fá bara alveg eins og þú fara aðgang að hilluplássi í einhverju verslun, það er að greiða fyrir það. Og það er allir að greiða 10% lágmarkið fyrir að mega koma inn á bandaríska marka. Það finnst bara Trump eðlilegt. Þetta gengur gegn þessari gagnkvæmni sem hann er að tala um líka alltaf. En það sem þetta gerir auðvitað að Trump hefur bara 4 ára kjörtímabil og það eru þingkosningar í nóvember 26 midterm og ef að hann nær ekki lífskjara bata hjá almenningi á næstu 12 mánuðum þá fær hann þingið á móti sér, hann fær republikanaflokkin á móti sér. Og hver er að fara að fjárfesta upp á glugga sem er kannski bara 18 mánuðir eða í besta falli 4 ár í því að reisa nýja verksmiðju, reisa ný orkuver, 80% af öllum dekkjum Bandaríkjanna eru innflutt, mikið frá Mexíkó og hann vil setja tolla á það. Hver er að fara að reisa dekkjaverksmiðju? Hver er að fara, og svo flóknari verksmiðjur eins og bara með örgjörfa og samsetningu á farsímum og annað þýjunlíkt. Það er enginn að fara að gera það. Þannig að þessi upprunalega hugmynd er svo vitlaus. Svo horfum maður á spillinguna sem þrífst í kringum þetta. Að hvernig Trump núna haga sér í kringum rafmyndir, í kringum útþenslu á eigin fasteignafélagi til Miðausturlanda og meira að segja til Víetnam og guð má vita hvar. Þetta er náttúrulega gjörsamlega fáránlegt. Þannig að það sem þessi hægri bylgja sem er í gangi, hún er í gangi þrátt fyrir Trump en ekki vegna Trump. Hann er meira að skemma fyrir. Já, ég held að það sé bara vel lesið í þessu stöðu því að maður hefur einhvern veginn fundist þetta hugtak líka ég ætlaði nú einmitt að nefna þetta við áðan að þarna besta svona narratív stjórnunatæki sem að svona vinstrið, svo ég tala svona heilt yfir í þessu mengi hefur tekist að gera er að sannfæra fólk það að tíminn frá 1980 til svona 2015 hafi verið hræðilegu tími út af nýfrjálshyggju. En samt sem að það hafa lífskjör margfaldast á þessu. Og bara á þessari öld, bara frá 2000, hvað hefur gerst? Ég meina, barnadauði, hann er búin að minnka 60-70%, vannæring 60-70%, lífslíkur lengjast út allan heim. Þannig að auðvitað er einhver einstaka frávik en bara almennt álitið á síðastliðin 25 ár. Það hefur lífskjara bati mannkins sýnist mér aldrei verið hraðar. En við erum með Gretu Thunberg sem segir að heimurinn sé að farast og við eigum að vera kommunistar. Við erum með alls konar vitleysingar sem koma fram og þvert á það sem gögnin segja, það sem tölurnar segja. Já, geðheilsa barna, hún er hræðileg og ég er alveg sammála því. Við þurfum að hugsa betur börnin og við þurfum að laga menntakerfi hjá okkur. Við vorum að tala um
vorum að tala áðan hvernig mótmælandatrú byrjaði og annað og biblían var þýdd og úr latinu og prentverkið kemur fram. En það eina sem hefur ekki breyst frá 1500 það skólastofan. Kasparov var með mjög áhugaverða ræðu núna í Barcelona á World Mobile Congress þar sem hann sagði, við tökum eitthvað frá 100 árum síðan, 200 árum síðan, síðan nútímann hann kannast ekki við neitt. Eina sem hann kannast við skólastofan. Það einhver sem stendur upp í pontu og allir að skrifa niður. Síðan hvenær það? Jú, í gamla daga var svo dýrt að prenta bækur að nemendurnir áttu að skrifa þetta allt niður. Þetta hefur ekkert breyst og við erum konum með endalaust í gegnum spjaldtölvur og símana sem krakkarnir eru með aðgengi að öllum þessum upplýsingum en kennsluhátturinn hefur ekkert breyst. Og þarna eru tækifæri til þess að bæta nám alveg gríðarlega og ég skil ekki íhaldssemi náms og námsuppbyggingar eins og hún í dag. Og það hljóta að koma fram með að við tæknina sem lausnir sem skila miklu meiri ávinningi fyrir miklu minna erfið. Já, loksins erum við ósammála maður. Yes maður, við þurfum aðeins að taka þetta smá. Því að ég hef verið á þessu svona íhaldssömu bylgju varðar þessi mál, sérstaklega skjánotkun og ég brýni þegar fólk, sérstaklega ungu krakkarnir koma til minn í boxið að þá það ekkert svona eitthvað handshake svona þeir taki höndin á mér og horfi í augun á mér þegar þeir taki höndin á mér, svo spilum við klassíska tónlist og ég brýni fyrir þeim að þau meira sem þau eru í símanum því heimskari verða þau og ég nefnilega ég svolítið smeykur við þessa, ég ekki smeykur, ég orðinn mjög fullviss það allir að þeir foreldrar sem að láta barn sem 8 ára fá síma, ég held að þeir verða álitni sem vondir foreldrar og mér finnst að það ætti að álíta þau sem vonda foreldra. Ég held að þessi skjánotkunar hugmynd einmitt muni koma til með að meiri varhugur gagnvart þessari þróun og við munum leita aftur í bækunar og meira að skrifa niður. Já, en svo ertu komið núna sýndar veruleika gleru, þannig að þú þarft enga skjá, þú ert bara með þetta fyrir augunum allan daginn. Og þá einhverjir sem leita í Huxley eða í Orwell og segja já, það verða til þrælar og einhvers konar yfirboðarar, gerendur, þolendur, gamlu marxísku hugmyndirnar alltaf sömu. Og þolendurnir eru bara með brauð og leika og eitthvað algjörlega fáfróð og mötuð af vitleysu í syndar veruleika heiminum og meðan hinn að gera eitthvað annað og þess vegna komin svona ákveðin stefna. Ég var í Bandaríkjunum í New York, þá hitti ég fólk sem ég þekki mjög vel sem framalega í Kísildalum og þeir eru með svona stefnu off the grid að bara vera aldrei á samfélagsmiðlum, ekkert þeirra á samfélagsmiðlum, slökk á símanum þegar þau fara í frí og stilla allir í notkun mjög í hóf og vera að lifa ekki eins og Ted Krasinski sem vildi bara brjóta grittið en að lifa svona bara án þessara hvað getur maður sagt, án þess álags sem samfélagsmiðlar og þessi tækni sífellt að koma með og ég alveg sammála því. Ég samt á því að það hægt að bæta kennsluhætti alveg gríðarlega. Nýta tæknina. Já. Hefur lesið manifestóðan hans Unabomber? Já. Það svolítið creepy að lesa. Já, einmitt. Og það því að margt af því sem hann að benda á eitthvað sem að... Akkurat. Já, þó svo náttúrulega hans aðferðir við að... Já, hann var náttúrulega klínist geðveikur. Já, hann nákvæmlega. Því ég ætlaði að vera nákvæmlega sem ég ætlaði að segja. En ljúkum þessu. Hefur, nú veldi ég fyrir mér út af því að núna sagði hann Sigmundur Davíð hjá Stefáninari fyrir kosningar held ég að hann vildi ráðinn hagræðinga keisara. Þú verður örugglega heyrt þetta út af því að hann nefndi því sérstaklega á nafn. Já. Ef að Kristrún Frosta myndi koma til þín og reyna að ráða þinn sem hagræðinga keisara, myndirðu segja já? Já, ég myndi segja já. Vegna þess að það veri áskorun við hæfi. Já. Svo myndi ég að segja mér eftir einn dag. Ég var að fara að segja ég hafði ekki alveg ímyndið með svona hvað ég ætla að segja myndi segja já, því að hún myndi eflaust hafa einhvers konar kröfur sanngirni og mannúð og fjölbreytileika. Ég uppfullar á mannúð og sanngirni og ég trúi því að það sé kerfi sem nýtist almenningi best
að það sé kerfi frelsis bæði til einstaklinga og viðskipta. Og það það kerfi sem hefur í heimssögunni bara fleytt samfélögum áfram. Önnur kerfi hafa bara gert það að verkum að þau samfélög dragast aftur úr. Og við erum í samkeppni vinnuafl, við erum í samkeppni þjóðfélags, bara fólk til að búa hérna. Þannig að ef við förum eitthvað að draga lappirnar og segjum nei, nú komið gott, við skulum bara vera svona næstu 100 árin. Okkar efnilegasta fólk, það mun fara annað. Já, það eitthvað sem þú nefndi áður. En þetta með Rússana líka sko, þeir hafa begið leikinn þaðan og náttúrulega Sýrlandi eins og þú nefndir áðan. Þannig að það að margt til að huga að. En Kristján, þá hefur verið það. Ég veit þú ert að hlusta. Heiðar Guðmundsson, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Takk fyrir mig.